Got yourself. Yo, I'm living in this time behind enemy lines, so I got mine, I hope ya. Got yourself. You from the hood, I hope ya. Got yourself. You want beef, hope ya. Jæja, þáttur 2. Tindastóls þáttur. Halldór Halldórsson, Hugi Halldórsson. Tveir fanatískir. Hvað Evrópuævintýri, vonbrigði fyrra, nýr þjálfari. Þetta verður svona 3 tíma þáttur. Já. Hvað erum við að byrja? Það eru mörg að taka, sko. Við verðum að byrja á síðasta tímabili. Gerið þið bara upp fyrir mig þetta tímabil, bara í 10 setningum. Þú byrjar frá sig. Ég veit ekki, ég hef náttúrulega vonbrigði að vera Íslandsmeistarar og vonbrigði að vera með þetta einhvern veginn, fannst manni þetta að vera komið, cirka. Fannst svona að mómentið vera með stóla megin, en það er náttúrulega ekki hlutlaust mat. Og náttúrulega bara, já, þú veist, ekkert eitthvað mega last á Benna, en þú átti ekki að klúra þessu, sko, ekki með þennan hóp. Ég voni ég sé ekki að gera lítið úr öðrum þegar ég segi að þetta sé besti leikmannahópur sem hefur verið settur saman bara þetta í Íslands sögunni. Svona, við horfum út frá nútímareglum. Þannig að það að vera ekki Íslandsmeistari er náttúrulega bara vonbrigði og sérstaklega þegar þetta var komið svona fannst mér. Þannig að, já. Svo séu bara svo púlarnir alltaf næsta ár. Svo náttúrulega kannski vonbrigði líka í bikar. Svona einhvern veginn fór lítið, svona dötti snemma út. Kom vond helgi, ég man eftir. Fór lítið fyrir því. Töpu tvisvar Keflavík, einhvern veginn snemma úr bikar. Já, við mættum svona Keflavík eitthvað laskaði, sko, að vantaði einhvern þennan og hinn, sko. Já, það var einhverjir meiddur og veikur og þetta var eitthvað. Já, og þeir voru nýkomnir með einhvern NBA-kanna og, þú veist, svo skriðþungi með þeim og þeir pökku okkur saman, sko. Já. Man eftir því, deild og bikar. En þetta tímabil var klálega vonbrigði, en mér finnst titillinn sem við unnum gleymast. Deildameistaratill. Já, við erum náttúrulega... Kemur aðeins inn í, sko. Eigum alla titllana í búrinu. We won it all. Ég var sko búinn að gleyma það því að vera deildameistari. Skipti það litlu máli því miður. Það var enda gaman að afhenda bikarinn, en það var kannski eina sem að... Ég var með pappa með mér og þetta var svona 3 ætliðir sem að... voru að, þú veist einhvern, that's it. Já. Hvað bætir náttúrulega við þessum eldri bróðir, Brósa. Ég fór á nokkra leiki playoffs þar á meðal eitthvað á Álftanesi þar sem hann svona eiginlega spilaði þessi bara út úr. Ég held að hann hafi fengið leikbannið í þeim leik. Ég man ekki, þetta var allavega þar byrjaði bara svona alvöru þrot hjá þeim ágætamanni í þessari Álftanesi-seríu. Nei, hann fær leikbannið úrslitum. Já, í úrslitunum, í Stjörnunni, leik 2 sko. Tekur þennan sem var þetta ógeðslega nett sko. Það var svo cool sko. Útskýrðu aðeins þetta, hvað, þetta cash-merki, var hann að því að Stjarnan hafi mútað dómaranum? Já, það hlýtur að vera sko, það er dæmt einhver... Óli Jó fékk þetta á móti Rósenborg, hann gerði eitthvað svona upp í stúku. Nei, þú veist, þetta er bara hitt í þessu, menn verður að hafa gaman að þessu en þú veist, auðvitað farið bann og það er bara eðlilegt og hann hefði kannski getað að fá bara svona 6 leikja bann og það hefði verið fínt. Já. Hefðu þið tekið titilinn ef hann hefði fengið meira bannað? Nei, ég held að þú ert búinn að búa til einhverja orku út úr einhverjum hóp og þótt þú takir einhver einn út úr honum þá lagast ekki orkan eða verður betri á no time sko. Hún lagaðist í Haukaleiðinu mínu einu sinni þegar Norbert að Skíka meðist og það verður allt í einu til frábær orka án eins svona, það er ótrúlega hvað einn neikvæður gaur, þú veist við höfum allir spilað á einhverju leveli íþróttir, ég meina einn gaur getur eyðilagt svo mikið. Já, ég held sko að það við bara sko umtalið í kringum hann sko, allir að tala um hann eitthvað. Það hefði verið allt í lagi, hefði þetta ekki smitast einhvern veginn inn. Ég, þú veist, hef ekkert sko fyrir mér í því sko, en ég held að umtalið í kringum hann eitthvað í öllum þessum podcastum og fréttum og allt þetta sko, stuðningsmönnum, hafi smitast aðeins inn í liði sko. Já. Og hinir hafi orðið svolítið svona, fundist þetta óþægilegt. Sér í lagi að því að litli bróðurinn sem spila og hann er góður sko. Og það er eitthvað svona, þú veist. Hann var alltaf innu bara upptekinn af því að segja stóra bróður að slaka á sko. Nei, litla bróður. Nei, stóra bróður. Stóri bróður, já. Stóri bróður. Var ekki... Jú, Gíanus var alltaf einhvern veginn að reyna að kæla eldri bróður sér niður. En þú veist, þetta eru atvinnumenn
og búinn að spila á hæsta leveli, menn búinn að vinna titla, nánast allir í þessu liði og bara þetta á ekki að skipta neina einasta máli, sko. Ég er alveg sammála því, sko. Það er glórulaust að við höfum ekki unnið, sko, en bara fullt kredit bara áður en við kveðjum þetta tímabil, bara 8 leikur, Rombley spilar alla leikin. Já. Ég meina Stjarnan missir, nei það var næst síðasti leikur. Það var leikurinn í Garðabæ. Leikur 4, já. Já, við áttum að, þar átti tillin að vera 12 stigum yfir í hálfleik. Þá dettur hann niður og fluttur upp á sjúkrahús. Já. Og svo spilar hann reyndar 8 leikinn. Já, það sem betur fyrir var nú ekki dánum. En þú veist, þið tapir leik 4 með fullri virðingu. Það voru Bjarni Guðmundur og Hlynur Bærings fertugur inn á. Ertu búinn að skoða þann leik vel, eða? Nei. Var það hérna? Nei, það var leikur 2. Nei. Það var leikur 2. Skoða bara hvernig Hlynur skrýnar og... Já. Hann hefur skrínað svona í 25 ár. Já. Skrýnaði sérstaklega vel í þessum leik. Já, sérstaklega vel. En fullt kredit samt á Stjörnan. Þeir bara, þú veist, þeir áttu þetta skilið. Þeir bara, gamla góða klísjan, þeir vildu þetta meira, sko. Þeim er unreal að segja, sko, upp á titil. Já og nei, þú veist, þetta er bara hver kann klötsið. Já. Og þú veist, Stólarnir voru ekki með það klötsmoment með sér. Það var Stjörnumegin, Gútos, bara vel gert Stjarnan, til hamingju. En, þú veist, Stólarnir töpuðu þessu finnst mér. Mér finnst þess að Stjarnan hafa ekki unnið þetta. En ef að láta klöts umræðuna svona leið okkur inn í sísonið sem er að koma, af því að þið eru með frábæran leikstjórnanda í Basíl. Já. Hann hefur aldrei unnið neitt á Íslandi. Það getur vel verið einhver minni með á hérna COVID-bikar sem hann Njarðvík vann og hann var point guard. Ég man ekki svona eftir í hvort hann hafi verið. Já, það bikarinn var tekið fyrir sísón. Einu maður sem har verið þann bikar er hérna Gunni Birgis að því að lýsti leiknum, sko. Já, líka einu maður sem mann eftir honum. Já, þetta var upphitun og bikar í september. Já, það var eitthvað svoleiðis. Já. Var það einhver Íslandsmeistari í september? Ég er búinn að gleyma það. Já, Njarðvík tóku bikarmeistaratitil. Já, bikarmeistaratitil. Já, þetta var eftir COVID. Það var Ricciotti liðið. Já, fæn. En sem sagt, pointið mitt er sko, fyrir liðið sem að þið eru búin að setja saman núna, Evrópukeppni, ræðum það eftir, er Basíl nógu klöts? Hann hefur verið fullt af frábærum liðum hérna. Já, þetta er góð spurning, sko. Hann er frábær. Hann er frábær þegar við náðum í deildarmeistaratitilinn. Þetta er kannski óvinsæl skoðun, sko. Ég viðra hana við vini mína og fjölskyldu. Þú veist, þegar ég sá að það var samið aftur við hann, þú veist, var ekkert eitthvað, en ég heldur ekkert eitthvað yes, sko. Er hann ekki Dominíkas Milka í Amerikanu að point guard? Er hann ekki svona frábær regular season þangað til í 4. liða úrslitum point guard, skilur við? Ég ætla að gefa honum aðeins smá kredit. Ég veit hvort þú fara og ég skil þig. Ég ætla að gefa honum aðeins kredit. Gæinn var látið spila 38-40 mínútur í leik. Sem er skrítið. Sem er rosalega skrítið. Með 3 litla bakkara í viðbót, sko. Já, þú veist, þú er alveg getað að reynda að dreifa sig einhvern veginn öðruvísi. Þú veist, Arnar hefði getað komið með boltan, Giannisson með þessu stundum og komið með boltan. Þú veist, það er alveg 2-3 aðrir eins og segir sem það geta komið með boltan og hvílt Basíl aðeins betur. Og þetta kemur alltaf niður á þjálfarann að, þú veist, ef þú horfir til dæmis á góða þjálfara í NBA, þeir eru að hvíla bestu menninu sína á, þú veist, þeir eru vita, heyrðu, ég tek hann út 2 mínútur eftir að hálfleik eða mínúta, þá fær hann auka mínútu, leikmínútu, þú veist, ég tek svo leikli hérna. Þetta var algjörlega random hjá Benna, virtist vera það, en svo heyrði maður á einhver Excel-skjali, hann var bara, ég skipti bara alltaf Sigtryggi út af hérna. Og ég tek alltaf, þessi kemur alltaf inn á hérna. Það var aldrei eitthvað svona, ég ætla best að bregðast við þessu. Þannig að, það sem að mér finnst kannski, það sem að Basíl var hreinlega bara, þú veist, mér fannst hann halda okkur oft inn í mörgum leikjum í 8-liða. Ég meina, þú veist, þetta Álftanesar MVI, ég meina, gæinn var að halda okkur inni bara með orku. Svo ég ætla ekki að segja að hann hafi verið þreyttur, menn hann fikk bara hvíld eins og aðrir. En það hefði verið að stýra honum miklu betur og ég held og vona allavega að Arnar muni þó gera það vildi betur fyrst hann er að ákveða að setja Kana ígildi sitt í point. Það er, einhverjir segja bara, þetta er dautt fyrst þú valdir Basíl sem Kana. Ég segi ekki dautt, en mann finnst bara svona, óvinsælt að tala alltaf hvað þið er mikið pening hérna Tindastóll, en þú veist, let's face it, Tindastóll á fullt af peningum til að sækja leikmenn. Góðir í fjáröflunum. Þeir eru duglegir að fjáröflun. Það er gluggaþvottur, það er flösk, dósasöfnum, það verður að selja fisk, bera humar í hús. Evrópupeningar.
að streyma í núna. Já, Já. tala um það. Já. En við bara, Förum við það eftir. sko, stjórnir annar liða verður bara Já. duglegar í kökubalsa. En ég er bara að segja, þú mátt velja alla Ameríkana heims milli 5.000 og 10.000 dollara. Þú veist, come on. Er það ekki? Já, kannski var ég of harður en aðan, ég tek undir það sem hér að segja. Líka svolítið það sem þú ert að segja, sko, að maður vill að kanna ígildi sitt, sé meira afgerandi. Þú veist, þau lið sem verða meistara, fyrir kannski utan val hérna fyrir einhverjum árum síðan, sko. Ég held að einhvern kana sem allir muna eftir, sko. Gæinn sem setur liðið sitt á bakið í fjörulega og úrslitum, ekki gæi sem setur liðið sitt á bakið í janúar í Þorlákshöfn, sko, þú veist. Nei. Regular season Já. king. En hann er auðvitað frábær leikmaður, sko. Og eins og þessi, ég hati þetta ekkert, en þú veist, ég var heldur ekkert hljóp ekkert út á Narbjörnssonum, heldur. Ég væri bara geðið til að sjá Basíl sem spilar average 30-32 mínútur í playoffs. Ég var til að sjá hann í finals. Fáum bara upp núna, bara byrjunarlið Tindastóls spjald, eins og ég sé það fyrir mér. Ég ætla að hafa Davis Geggs á bekknum og með honum þar er nýji Serbin ykkar. Hvað heitir hann áttur? Og Hvað hann heitir eins? Ívan, heitir hann það? Ívan, það er ekki bara flott Ívan. nafn. Svo eru þar Július Orri, Ragnar Ágústsson og Pétur Rúnar. Þannig að við ætlum að starta Basíl, Sigtryggur, Badmus, Drungilas. Ég störtum þá bara Serbanum. Já, Störtum Ívan ok. í þrist. Ég skil þetta ekki alveg hvernig þetta verður sett upp hjá Tindastóla því að Badmus eða Serbin þarf að spila þristin. Einhver vantar hávaxinn þrist. Já, Badmus verður pottitt þá settur hans fyrir utan, sko. Hlýtur á það. Já, hvað á hann að gera fyrir utan? Kötta á háréttum tíma eða? Nei. Þurfum við hávaxinn þrist eða? Ég veit það ekki. Annarkvort verðið þið með fjarka í þrist, Badmus eða Serba. Serbin verður fjarki væntanlega. Já, þá er Badmus annarkvort að spila úr stöðu sem þristur. Ég er hann ekki alltaf að vera að gera það eitthvað. Það vartu einhvern veginn komið með sko frekar want shooting. Já, ok. Stillum við þetta svona upp. Badmus þristur, hvað heitir hann? Ívan bara. Ívan fjarki, Fínt Drungilas 5. Það er með Geggs, sjötti maður og svo gaurinn sem ég taldi upp á hann. Og veist, það sem að mér finnst einhvern veginn svona þegar að þú ert aftur komin inn í Basílumræðuna og ert komin í oddaleik á móti Stjörnunni eða undanúrslit í bikar eða eitthvað. Veist, það er engin go-to clutch leikmaður þarna. Sigtryggur er svona, þú veist, hann dettur í sin Party gír player, já, ok. hann setur fjóra þrista hér og þar. Já. Badmus er einhvers konar bara svona vél, en svo þú veist, getur vel verið að séu komnir þrýrin í teig og hann getur ekki hlaupið á niður, sko. Þú veist, hvernig ætlar að taka hérna handoffinn í isolation þegar að Woods sótti körfur í crunch time? Hver ætlar að sækja körfurna sem að, þú veist, Hilmar Hennings og Fabrice voru að sækja? Já, þau ekki séð henni Ívan spila, en maður bindur náttúrulega vonir við að Arnar sé með eitthvað plan með einmitt þetta. Þú veist, hvernig sækjum við þessar körfur sem að, þú veist, að því að það sem að fyrir mest í töðunar með Tindastól sem að verið bara hafa verið bara eitthvað svona er í DNA-un og svo eitthvað ekki. Það er alltaf að fara út úr í þryggjastilurinn og skjóta leikinn bara einhvern veginn til sín. Og það er óþolandi. Ég geti þetta ekki þegar við byrjum á þessu og sérstaklega þegar boltinn er ekki að detta. Mér bara, Ingvar Ormars kendi mér þetta bara þegar ég var 9 ára, bara keyrðu á fucking körfun og þóttu sér 1.70 sko. Já. Bara láttu brjóta, láttu berja þig eða réttu svo stórumánunum bolta þegar þú ert komin á körfuna. Það er einhvern veginn virðist vera í DNA-inu, en ég held að það Arnar sé með eitthvað, ég bara fullkomlega heiðarlega, ég sé það ekki, hvernig hann ætlar að sækja þessar rausla körfur eða hvað þú ert að tala um. Það er verið að þá koma frá Badmus, Ívan, stóri menni, stóri þristurinn sem er ekki til. Ég held samt líka talandi um hérna leikstjórnandan okkar. Pétur Rúnar Birgisson? Nei. En það er ákveðin vantraust að sæna Basíl sem kana verandi með Pétur Rúnar Birgisson. Já, það sem ég er að meina með Basíl er Þetta er geggjuð, þetta er svona umræða sem kemur hverja ári. Já, það sem ég er að meina með Basíl er að þess að go-to umræðu, skilur við. Að hann hefur, að mér finnst, undanfarið, getur fengið skrín og farið á körfuna, en síðan ákvörðan að gefa á einhvern í horninu, þú veist, með fullri virðingu. Í staðinn fyrir að taka ljótan jumper? Nei, í staðinn fyrir að fara bara á körfuna, það getur það alveg, sko.
Þú veist, þannig að ef hann yrði aðeins eigingjarnari, þá finnst mér við eiga þannig go-to-gæja í honum, í Basíl. Í regular season, já. Í regular season. Hann var í frábæru Njarðvíkurliði, frábæru Grindavíkurliði, þetta Tindastólsliði, frábæla mannaði fyrra, ekki búinn að ná að klára titil. Já, þetta góð punktur. En bara, þú veist, stundum, þegar við þurfum að halda, ekki gefa hann í hotnið á, þú veist, einhvern sem getur ekki skotið, fara bara sjálfur. Já. Af því hann getur það alveg, sko. Verið þessi go-to-gæja, sko. Þetta er líka sko, leiðið mig inn í bara næsta stóru mál fyrir norðan, það er nýtt bara þjálfara teymi. Friki, okkar maður, og Benni voru með þetta í fyrra. Nú voru komin með Arnar, sem frábært liði í Garðabæ í 100 ár. Já. Og Var samt bara bikarmeistari. Bikarmeistaralið. Já, bikarmeistaralið. Ég held að hann hafi ekki komist í finals. Það er rétt í mér það. Það var þarna COVID-season þegar þeir og Keflavík voru bestir, það var flautað. Þá hefði nú eflaust farið, sko, ef og hefði, sko. Ef og hefði það var samt. Ég man ekki, sko. Allavega small ekki og hafa með sturla gott lið. Og svona síðustu 2 ár, þegar ég var þarna að þjálfa Hauka, þá einhvern veginn voru þeir með eitthvað svona, Ægir var þarna og samt var svona einhvern veginn 100 ára Anti-Canervo að hlaupa 3 skrínum til að fá 1 skot og ömulegu kani eftir ömulegan kana eftir ömulegan kana og svona það var bras í sænings. Það er kannski vandamáli Arnar, hann þorir ekki að taka kana, svona velur bara kana sem er. Ég meina það sem maður hugsaði strax þegar að Davíð Skeggs náttúrulega fekk ríkisborgararétt, þannig að við veitum ekkert hvort hann hefði verið eða ekki ef hann hefði ekki. Taka þá umræða? Nei, ég nennið ekki. Tölum bara liðið eins og það er. Já, ekki bara. Bara vel gert hjá ykkur að Hann verður land og þjóð í sóma. National eins og. Íslendingurinn Knái. Er hann ekki sjómaður? Hvað eru menn að pönkast yfir því einhver sjómaður og sögur? Er hann ekki sjómaður? Sjómaður og sögur ekki með 12 mínútur í leik, hvað eru menn að pönkast yfir? Bara frábært. Nei, þú verður bara að sækja um. Það voru að sækja um. Það að þú færð ekki styrk nema að sækja styrkin. Það er samt ekki að fara í gegnum ekki eitthvað íslensku próf? Kann hann íslensku? Þetta er tvennt ólíkt sko. Þetta er annars vegar að sækja ríkisborgararétt til Útlendingastofnunar og annars vegar til Alþingis. Sást þú þetta mál eða? Nei, alls ekki nei. Ég bara spurði alltaf mikið út í þetta því mér fannst þetta, uppalega sagði ég gleymi þessu sko. Þetta er aldrei að fara að gerast sko. Og ég sagði líka, það verður allt vitlaust sem betur fyrir að var það ekki, jú, það er einhver einn og eitt svona stjörnugæi sem nennir að vera eitthvað sem ég skil ekki alveg, þú veist, þetta er eitthvað svona, þetta er svona litli maðurinn myndi gera þetta, en þú veist, stjarnan, verður bara með kassan út, skiptir eitthvað máli. Fólk getur náttúrulega alltaf mælt. Hvað sem ef ég væri stjarnan, þá myndi ég bara haga með þannig. Þeir geta líka bara sótt sko. Þeir geta líka sótt Eða sæna leikmenn sem að sækja Eða það, já. Cedric Bowen var laus. Já. Ég meina, þeir geta þá sæna Geggs á næsta ári. Þeir geta sæna Geggs á næsta ári, það er rétt. En hvert voru að fara með það? Þeir voru að pissa utan fleiri leikmenn hjá stólunum, þannig að bara, já, orðaði við Grikkjan. Já, er hann ekki bara kominn? Ég held að það sé kominn. Þegar þetta birtist, held ég. Sko, þeir geta ekki, þeir voru búin að sæna Króata og Julio De Assis. Það var búið að staðfesta það, annánsa það. Það er eiginlega búið að segja mér að það sé búið að sæna Pablo Bertone. Já, það er að heyra það. Ef við sæna líka Janis, þá ætla þeir að sleppa Amerikana. Eða bara að vera eins og ég laði til fyrir norðan, vera bara með 5 menn og 1 í rotation. Já, við skulum taka þá umræðu þegar við förum í Evrópuumræðuna eftir 5 mínútur. Ok. Klárum þjálfarann. Eru þið spenntir? Eru þið ánægðir? Ég sá einhverja mjög gamla konu kommenta á Facebook. Ég hef aldrei þólað Arnar, hann verður velkomin í Skagafjörðinn. Og ég var bara svona, já, hann hefur aldrei verið vinsæll neins staðar nema þú veist það sem hann er. Ég meina, þetta hefur verið bara, þú veist, þetta hefur verið alltaf ekkert í tíðina, það er alltaf einhver sem röflar á Facebook, það er ekkert nýtt. En þetta hefur verið sko, þú veist, bara þegar Brilli kom, þá var eitthvað svona, þú veist, það er bara að vera að koma með vinnar norður sko, bara gæðin með 8 Íslandsmeistaratitil á bakinu. Þú veist, Kitty Gunn kemur einhver tíma, allir, hvað er þessi? Kriblingur og Keflavík og koma hérna og skilur, bara fucking legend. Þú veist, þetta er alltaf svona. Og þú veist, allt sem er nýtt úr trættu við það. Sérstaklega í sveitinni sko. Arnar er ágætis félagi minn sko, ég held að það sé góð þjálfari bæði vegi. En þú lætur hann valla í legend hópana sem þú varst að telja upp. Ég menna, hann er ekki með 8 titla á bakinu. Nei, það er sko, allan það sem að ég sagði og held áfram bara að segja er að ef þú ætlar að reka Benna þá þarfst að vera með eitthvað annað í staðinn. Voru menn tilbúnir með hann? Með Benna? Nei, með Arnar. Ég veit það ekki. Ég held ekki.
En það sem að mér finnst svona, þú veist, ég hef alltaf verið bara harður á því bara, þú veist, útlendingar, hvað erum við búin að reyna marga erlenda þjálfara hérna? Sko, Finnarnir gerir gott mót. eftir Finnana og Króatan, þá bara ansið langt í það að Tindastóll sæni erlenda þjálfara. Já, bara tökum ekkert af Króatanum sem skildi eftir þetta meistaralið fyrir Pavel. Tökum ekkert af honum. Nei, en það var bara aðeins svo mikið, það var að skrúa hann aðeins niður, sko. Hann var bara ekki geðsjúklingur, sko. Bara liðið sem að sko, Pavel tók við, málið með það dæmi og bara fokkin meistaralið. Bara Pavel tók við meistaralið. Nei, þetta er svona eins og þú myndir byrja með konu á morgun sem er búin að vera í hardcore ofbeldissambandi og svo kemur þú, auðvitað er hún tilbúin að gera allt fyrir það, þetta verður gegn hjónaband, sko. Ekki alveg saman, ok, við skulum taka þetta með shape-ið, vegna þess að það voru allir í 100% shape-i. En Pavel tek ekkert kredit af Pavel, hann stýrir skútinu rétt átt, einfaldar hluti og segir bara, spiluðu bara körfubolta, þú veist, og hann kemur með ákveð mentalitet inn í klefa. En ég meina, ef þetta hefði verið svona geggjað, akkur, þú veist, vorum við þá að berjast 8. sæti þegar hann tók fullsísón. Svo árið eftir, sko, þá vantaði bara eins og í áttalega úrslitum móti Grindavík, þú veist, það var oft jafnt í hálfleik. Svo sér maður að bara þegar liðin að koma á hálfleik Grindavík versus Tindastóll, sko, við erum bara búnir á því, sko. Erum bara ekki í formi til að hlaupa 40 mínútur. Liðið var í standi til þess að klára Val. Liðið var ekki í standi... Gjörsamlega búnir á því, sko. Það vantaði nokkur línuhlaup, sko, og eitthvað virtist bara, eins og menn getur bara fengið frí á æfingu ef við sýndist, sko. Er liðið í standi núna? Það er Evrópu-ævintýri framöndan? Förum inn í það næst? Ég hef lítið en til að bara spurja okkur hvort við erum til í Arnar. Ég held að Arnar verði bara mjög fínt fitt af því hann er svona gæi sem skaman að fá sér nefntóbak inn í Skaffó. Þannig að ég held að samfélagið eftir að taka ágætlega á móndunum, sko. Og hann er góður þjálfari, sko. Að halda margir að Arnar sé, þú veist, úr Garðabæ. Hann er bara bóndi, sko. En ekki bara frá Selfossi eða? Nei, hann er úr einhverju Hrútafirði Reykjadal eða eitthvað. Reykjadal í Hrútafirði eða eitthvað. Hann býr allar á Selfossi. Hann býr á Selfossi, já. Þannig að upp á það heitt hann stundum á fótboltamótum. Verður fínt fitt. Ég heit hann í Pulló. Hann verður mættur á lögskólarétt að sko taka í spaðan og rétta mönnum. Já, hann verður byrjað að játna einhverja hesta og merkja einhverja kindur upp einhverjum fjöllum. Hann er sjálfsagt núna bara einhvers staðar að smala einhverju réttum kindum. Og hversu mikið er það að menn fái samfélagi með sér fyrir norðan? Það skiptir öllu, sko. Skiptir miklu, skilst að Benni hafi ekki verið duglegur við það. Ég náttúrulega þekki það ekki nógu vel, ég var í engu sambandi við hann, en mér skildist svona að það hafi ekki verið svona, þú veist, ekki kannski perfect fit inn í samfélagi, en hann hefur sjálfsagt fengið, þú veist, alls það sem hann kom, bara jákvæð viðbrögð og allt það. Að því að, þú veist, krókurinn tekur vel á móti öllum, sko. Það er allir velkomnir. Tekur bara smá tíma, fyrir eftir í hvernig hvert út til að leggja mikið á þig og ég held að Arnar sé mikið til í að leggja á sig til þess að vera hluti af þessu samfélagi sem er kannski, er ekkert mikið öðruvísi heldur en bara Grindavík eða Keflavík eða það vilja allir einhvern veginn vera samfélagi. Ég held að ef Arnar heldur bara vel á spilunum og þekkir sína styrkleika, þekkir sína veikleika og þá, þú veist, er þetta Tindastólsliðið, þú veist, Final Four, þetta er undanúrslita liðið. Ég tek undir það. Það er alltaf bara stórsleis ef þetta lið vinnur ekki Íslandsmeistaratitilinn. Nei, róleg. Bíddu. Hvað? Grindavík, Stjarnan. Ég læt ekki væntingar stjórna þessum þætti svona, sko. Nei, Við skulum bara segja, við erum með Sigtri Arnar sem bara er í landsliðinu. Þannig þið eru með landsliðsmann. Já, hver er Stjarnan með marga landsliðsmenn? Bíddu. Ok. Þið eru með Taivo Badmus sem er dýrasti bossmannleikmaður landsins 8. árið í röð. Ching til hamingju með það. Já, flott hjá honum bara. Já. Á titil hér og svo líka titil þar. Var það ekki? Jú. Þetta er svona eiginlega eftirsóttasti verðmætasti bossmannleikmaður landsins. Við getum orðað það þannig. Já, þessis. Það er alltaf, hann er svona eins og Halli á vinnumarkaði, hann vill alltaf uppa sig milli ára laun. Já. Eðlilega, við líka uppa laun, don't blame it. Bara umboðsmaðurinn hans er þá bara að standa sig við. Adamar Strungíla sem að væri fyrsta sæn sem 5 í öllum liðum. Nei, svona róð það, sko. Jú, hann væri fyrsta sæn sem 5 í öllum liðum. Hann er samt, sko, Er það ekki? Hann er samt bara... Öllum liðum að kannski semur fyrir eftir hvernig bolta átt að spila. Hann er 20 mínútur leikmann, hann getur gefið þér frábæra 20 mínútur? Hann er 20 mínútur leikmann Tindastóll í fyrra, já, því að þeir sænuðu einu á mannveru í Grikkjanum sem tók mínúturnar hans. Það var þetta, svona. Drungilas getur ekki spila meira en 20. En Drungilas getur gefið þér frábæra 20 mínútur. Ef þú ætlar að þjósta honum eitthvað mikið meira, þá er, sko, þú veist, hausinn fljótur að fara. Nefniði mér einhverja 5 sem að þið værið frekar til í að hafa en Drungilas. Ever á Íslandi, í sögunni. Ég var til að hafa hans yngri Drungilas. Ok, gott sjátt. Sem er ekki á sjó í strandveiði. Já, ég bara segja, skiljur, hann er frábær leikmaður. En þú veist, tíminn býður ekki eftir neinum, sko. Svo er þið með Basíl sem er svona aftur, svona búin að uppa sig,
alltaf einhvern veginn, fer úr. Já, þú eittir fyrst, fyrir helmingum maður sem þætti að rífa hann niður í svæðið með mér. Já, en þið veljið hann af öllum Amerikunum í heimi. Já, það er... Já, við erum þetta að gera það ekki. Já, Arnar gerði það. Svo fær hérna Davis Geggs, sjómaðurinn Knái, ríkisborgari. það er stórt. Já. Þannig að þið eru konum með atvinnumann og bekkin líka sem Íslandík. Já, Atvinnum sjómann, já. Já. Og svo sænið einhvern serba sem við förum í eftir smá sem Það veit ekki hann. veit ekkert hvað hann getur en ég ætla að giska á hann sé ekki að fara að vinna í Netto, skilurðu. já, ég er ekki að segja Já, þetta, sé ekki men- gott lið. nei. Þetta lið er bara Skapó. sett saman til þess að vinna Já, til. við erum, Eðlilega. Tindastóllið vill alltaf vinna titla. En þú veist, sko, Stjarnan er ekkert með eitthvað lélegt lið, Grindar er ekkert með eitthvað lélegt Nei. lið, Valur er ekkert með eitthvað lélegt lið, sko. Við löpum bara ekkert í gegnum þetta verið stórslið sem við vinnum ekki. Jú, Það er glórulaust að segja það, sko. Ég meina, Myndur þú segja að leikmannhópurinn sem er búið að setja saman núna í dag sem betri heldur leikmannhópurinn sem var fyrir? Já. Það er þannig? Já, Taivo Badmus bara fyrir mér á Íslandi er bara svindlkall. Já, Hann segur. Er það Hann ekki? er Ég er þar, sko. Já, hann bara, þú veist, hann er alltaf í finals einhvern veginn. Já, mér finnst hann bara, hann getur dekka alla, hann tók hérna, já. Mér finnst hann bara svona, Stundum hittir hann þryggja. já, en bara svona, úst, hann er bara annað level athlete. Já, það er alveg rétt. Hann, Styrmir, þú veist, áður en hann fór, það eru örfáir svona Já. íþróttamenn einhvern veginn. Já. Já, en sko, En ok, þið eru sáttir Það er ef þið ekki- dett út í fjáralegu úrslitum. Nei, þetta er rugglaður. Við erum að segja bara, við erum með topp 4 lið og þú veist, af því að það eru fleiri, þú veist, önnur lið eru drullu góð. Stjarnan verða drullu góður, Valur verða drullu góður. Raggi Nat komin í Álftanes, maður veit aldrei Álftanes er reynda með gott 5. Já, Já, en það er samt skrítið skiljiði að hérna vera þá 3 mínútum frá því að vinna titilinn fyrra á skiptum þjálfara. Nei. Nei. Ef að það er ekki stórslis að fara út í fjáralegu úrslitum. Já, við skulum bara ekki glemma því að munna þú bara sagðir helviti það litlu. rétt- þú sagðir Álftanes rétt var nú áðan bara að með stórstjórnir vinna þetta, titilinn, sko. Álftanes var nú bara með þetta, Emi, bara að það var að leggja yfir til það í fyrra, sko. Já, já. En Við þú veist, vorum svo svolítið kom þarna einmitt Gríkinn og sett einhverja 7 þrista og bara slögt í öllum vonum hjá Normali og Brjánsa. Þannig að, legendary leikmaður. ja, hann bjargaði því Emi og hann bjargaði Keflavík og Emi einu líka. Já. En hann gat ekkert bjargað okkur í þessu stjörnuheimi, ekki neitt, sko. Ég var klár með eina spurningu þarna. Já. Er þetta liðin sem að þú telur upp á hann bara svona topp, bara svona samkeppnin? Hverja hræðist þið eða þú veist, hverju eru svona, hvaða lið þarf Tindastóll að fara í gegnum til þess að vinna titla í vetur? Þrjú lið. Þau þurfa að fara í gegnum öll. Grindavík, Já. Stjörnuna. Maður segir bara alltaf Val. Já, og ekki nefna fleiri, ekki fara að telja upp hérna Nei. ef eitthvað smellur hann Njarðvík og Álftanesingar eru hressir Já, já, og í að mæta með góð útlendinga. Já, nei, það er ekki þannig. Þetta er 3 lið. Já, það er þessi 3. Það er þessi 3 fyrirfram, skilur við. Svo er þetta alltaf þannig að eitt af þessum 4 liðum skýta Já. og underperforma og Já. þá mun eitthvað annar lið koma og vera topp 4. Það er alltaf þannig. Þetta er svona fully fit valslið. Ef að Já. þeir ná, þú veist, þessir líkileikmenn Kristófer Eikos og Kári aðalega ná Já, já. bara heilir heilt sísón. Ég held samt, er þetta ekki bara búið að vinna titla með 7 mönnum eins og Finnur var alltaf að gera? Er standardin ekki bara orðið þannig? Þú þarft 8-9 fitt leikmenn. Alvöru brasi í fyrra, sko, unnur eftir hann byggamestartitil. Þeir Þeir voru voru samt- alltaf að bíða eftir þessi valsvélfæri í gang, Já. sko, og svo gerðist það ekkert, sko. Svo meittist alltaf einhvern veginn næsti gaur og eitthvað. Eru þeir ennþá að taka Kanabra alltaf eitthvað eftir áramót og eitthvað svona bull? Já. Eru þeir ennþá í því? Já, það ekki. Eru þeir búin að segja Veit ekki Kana? betur. Það er ekki Ég talað. veit ekki hvort að þeir séu svona ógeðslega góðir að það leki ekki hvað þeir eru að gera með útlendingasænin sín Já, og ég veit Finnur ekki. sé bara á Insta heima eitthvað að grúska með Jamil Ég veit það ekki, sko. eða hvort að þeir séu bara að spila golf þangað til 10. september Já, en og þá eru þeir á WhatsApp, do you have somebody left? Já, já. En þetta er alltaf þannig, þú veist, að það kemur alltaf einhver gæi í februar, þetta er einhverju $40.000 eingreiðsla og hann bara á já. að vinna titilinn, sko. Já. En Ég hef líka heyrt að það sé erfitt að ná í stjórnarmenn Vals á sumartíman. það getur vel verið. Það kom allavega tölvupóstar inn til KKV, veit ég, á sumrin frá þeim. Já, ok. Þeir eru kannski velja. Það er kannski velja, já. Hérna, ok, þú búið sammála með þessi leið. Já, Af hverju Grindavík? Af því þeir bara eitthvað. Þeir eru með... Þeir eitthvað hvað? Þeir eru með Kane, hann er hérna Já. Svo er þeir að fá hann, mér finnst það frábært sæn hérna úr Njarðvík, hvað heitir hann? Sebas? Hann gæti ekkert í undanúrslitum.
Nei, ok. Nei, hann er svo góður. undanúrslitum, 8 leikúrslitum. Já. Hann Dwayne Lothier með sér í tvist, besti tvistur landsins. Já, en samt sko... Early exit á móti Dannar og félögum í Finnst það bara Álftanes. eitthvað gott fyrir það. Ég veit þó hann hafi eitthvað áttan eitthvað lélega seríu einhvern tímann í fyrra, sko. Þú veist, góður leikmaður. Svo... Hann er svona endakall, hann er bara endakall, skilurðu, en... Endakall hlangur til playoffs. Já, þeir eru bara svo margir þannig. Veistu hvað, við höfum lent oft í því. Við lendum í þarna með gæjanum, finalsum út í K.R. þarna, fekk pot í auga og var ekki með. Já, stanslöst að lendi í því. Ok, Grindavík, ég á eftir að sjá það. Hann heiti Dempsey. Myron Dempsey. Já, Myron Dempsey. Svo var Hester allt í hennu bara slögt á honum út í K.R. Já, þú ert að tala um finals. Ég er að tala um finals. Ég er að tala um Shabazz bara í 8 liða, sko. Já, Það já. er ekki allt í lagi, Já. Þú veist, maður manið ekkert, sko. Hörður Bara Axel, mér finnst fór hérna hann ofan í hann? góður, mér finnst það- Og bara með hann. Fór ekki neitt. Nei, ég veit það. Læst honum upp. Já, Og þú veist, þeir voru bara þéttir. Og þú veist, er ekkert búin að missa einhvern helling að það. Valur fór í Keflavík og hvað, þú veist, svo er þetta svona svipaði gaurið bara. Já. Og þeir velja yfirleitt vel. Og ef þeir velja illa þá senda þeir bara Já, síðan með í ég K.R. og taka einhvern nýjan, sko. Þú veist, við erum að tala um í Val, þú veist, Eikoks og Kári, ég meina Shabazz og Kitty Páls. Kane, þú veist. Helviti gott. Jordan Sembúl. Jordan Sembúl, já. Já. Það er vannmættins leikmaður deildarinnar, sko. Oft er hann ekki verið í lúsaraliði samt. Já, já, en þú veist, hann var einhvern veginn settur í það hlutverk á K.R. að vera góðtugæðin, sko. Svo að færa bara að vera einhver svona ruslakall með íslenska kjartanum í Þór Þórðarsson og er einhvern veginn frábær, sko. Já, endaði alveg í 10. sæti í fyrra. En ég held þetta verði bara svona svipað eins og í fyrra. Ég held þetta verði svipað eins og í fyrra. Þetta verði með þessi 8 lið sem er einhvern veginn svipað í öfni regular og svo bara skilur á milli. Já. Og svo er þetta verið bara, og svo finnur kann best. Þetta eru 2 mót. Þarf að vera í topp 4 eftir fyrra mótið og svo byrja bara nýtt mót. Sko. Hvaða liði verður svona, hvað kallast þetta? Svarti hestur? Svarti hesturinn. Já. Black Horse. Það er svo erfitt að segja það því að þú má segja alltaf ekki svo á Njarðvík, ekki svo á Keflavík. Við getum ekki nefnt Njarðvík sem er með Mario sem Íslending og 4 útlendingar viðbútt. Þetta þarf að vera svona Já. Þorlákshöfn, KR, nýliðaliðin, IR, þetta er svona Það verður ekkert að þeim. En sko, neðri helmingurinn er bara neðri helmingurinn. Já, en hvað er K.R. að gera? Þá verður ekki Black Horse. Black Horse, hvað, þú veist, eftir Black Horse þú tekur 5. seti? Ef þú ert IA þá já. Já, ég er ekki að fara að gera það með fullri virðingu. Eiga þessi nýliðalið eitthvað chance? Já, þeir fá einhver stig. Hvað meinar þú Séns í playoff. Nei, bara halda sér uppi. Geta Ármann og IA, ég ætla svo heimur að IA og Ármann haldi sér uppi. Með deild sem leyfir 4 útlendinga og þið getur hvorugu nefnt hvaða Íslendingur er í þessum lið. Nei, ég held að Ármann getið aldrei. Ég held að þeir ekki bara taka eitthvað Cedric Bowen og... Bowen er samt í orðin Íslendingur. Já, ok. Ég held ekki að því bara, þú veist, umgjörðin í kringum Nei, það þú veist, lið og fjármagnið er ólítið, sko. Það var sagt í ágúst með fullri virðingu, ég held ekki, þú veist. Þið þurfum ekkert að tala virðingu, sko. Jú, eiginlega, þú veist. Ég er bara orðið það gamall. Ég er bara búinn að drulla yfir svo marga í kringum tíðina, veist það. Þetta verður erfitt fyrir það og það verður hrikalega töff og flott ef að annarkvort lið heldur sér uppi. Ég veit bara ekki hver á að fara niður í staðinn. Það væri eiginlega bara flott ef að sko annarkvort lið, það er kannski komið 15. janúar og þeir eru ekki, þú veist, að losa útlendinga til þess að spara fyrir fyrstdeildina og heldur eitthvað svona, ef við skiptum einum dúta út þá getum við eitthvað náð að keppa. Ég veit ekki heldur hver að vera í IA, en mér finnst einhvern veginn svona líklara að þeir gæti gert eitthvað að þeir eru með eitthvað svona, þú veist, einhverja hefð, eða þú veist, þeir eru með bæjarfélag á bakveg sig, sko. Það gæti einhver útgerðarkall eða eitthvað tekið upp Er Laugardalur 100 milljónum í körfuna og svo hvað gerist. Er Laugardalur ekki bæjarfélag? Nei, þeir eru bara fótboltavöldurinn hana. Ok. Þeir eru bestur í glímu eða eitthvað. Hvar spilar Ármann, sorry, ég veit ekki Er það ekki í höllinni? Eru þeir í höllinni? Í fyrra í Þeir höllinni. eru fyrir höllinni, sko. Ok, alltaf fullt eða? Það eru bara einhver strákar og KR og foreldrar þeirra og vinir sem mæta á leikinn, sko. Það er öllum drullu saman körfubolt þarna í Laugardalnum, sko. Já, þau eru bara í brasi að reyna að halda fótboltanum einhvern veginn í gangandi, sko. Þetta er svona það sem ég vildi, svona ekki tala virðingu heldur svona aðeins að... Með fullri virðingu. Með fullri virðingu. Þá er það svona, sko. Og þetta búið til drikk sem heitir með fullri virðingu. Með fullri virðingu. Já. Ok. Þannig að Ég held að það verður sagði til næsta bæjar ef annarkvort liðið heldur sér uppi. Já, ok. Herðu, kíkjum í lokum svona regular season umræðu Tindastóls leikmannahóps pælingum í glósubókinni. Við erum með 3 púnta upp á skjá. Já. Fyrsti púnturinn, þetta er frá Frikka Beast sem er gríðarlega djúpur í fræðan. Ok. Þarna er hann sem sagt að benda okkur á
hvað Júlíus Orri í raun og veru var frábær í play-offs í fyrra. Já, ég tek undir það. Ég var að horfa á þetta heima á mér. Það sem litla tíma sem hann spilaði. Já, hann klötskallin Já, komin. með fullri virðingu fyrir Júlíus Orra, því ég var að horfa á þetta heima á mér. Let him free. Þá, þú veist, var hann bara, skoraði bara að vild, Já. trekk í trekk, á hvert sem er. Þegar við þurftum stopp, þegar við vorum að slíta okkur frá, eða þú veist, við vorum 8 stigum yfir og, þú veist, í staðinn fyrir að við förum upp í 15, þá er þeir alltaf komin í 4. Þá var alltaf hann mættur, bara shake and bake okkar bestu varnarmenn og skora. Og ég bara, þú veist, mér langaði að skrifa hárbeittan pistil á Facebook og svo byrja bara með fullri virðingu fyrir Júlíus Orra. Ég er ekki hægt að stoppa þennan mann. Þú talar alltaf af virðingu. Já, Er hann meira velkominn í Tindastól af því hann er frá Akureyri? Já, Ég upplifði það ég held það. að þið elski hvort annað eitthvað meira þarna fyrir norðan af því að þið eru frá norðan. Ég held að landsbyggðin þarf að standa saman, sko. En ég, sko, já, ef ég á bara að svara svo kallt, já, ég held Ef þú fer á götubarinn og segist fyrir frá Sauðárkrók, áttu meiri sjens heldur en ef að þú veist ég fer hann inn eða? Nei. Veistu hvað ég meina? Er það mikið lást á milli Akureyrar og Það er ekki Sauðárkróks? bílu á, sko, en bara að, sko, ekkert eitthvað ég er frá Akureyri, en bara ég er á norðan, En á bara svo, norðan, já. Góðið hann á, Fær samt ekki 20% afslátt út af þetta norðan, sko. Nei, en Það skilur, þetta er ekkert eitthvað bara, þá fær nú bara 20% afsláttunni hjá mér, sko. en þú veist, það er bara Steik og eitthvað rautt. smá samband á milli í körfunni, þú veist, Já. strákarnir og Svabba hafa farið þarna, þú veist, Já. Bardalinn hafa farið yfir. Ragnar Ágústsson fór yfir, Ragnar Ágústsson farið yfir og það er svona smá tenging þannig síðan á milli, en þú veist, en bara mjög mikið, Já. svona, en Ég þú bind vonir við Júlíus Orra og Ragga Ágúst að þeir séu að fara að stíga aðeins upp í þessu liði. Þú veist, svo ég sagði, sko, fyrir hitti það nú á blöðtónleikunum frægu og þá sagði ég bara, Raggi, þú ert að spila 20 mínútur á móti Drúgílas regular og svo þú ert að setja þig við að þetta er verða bara 15 í play-offs. Já, þú veist, hann var ekki að fá raskat. nei, það var brútal. Það var brútal. Já. Sérstaklega, þú veist hvernig þetta er fyrir okkur fyrir norðan að sjá heimamann fá ekki mínútur, sko. ég líka Þegar hann á bara, það skilið, sko. Já, hann á það skil. hann nefnilega, hann leggur sig alltaf fram. Já. Hann er eitt besti svona berjastleikmaður Ég til stíg þetta. út að berjast. Já, par já, excellence. veist, og ég, veist, maður vill svona menn, veist, munu þeirra Bjöggi var í stólunum. Já, Alveg vel underrated, Gæjan var alltaf einhvern veginn, veist, jújú, þetta gerir hann mistök, hann er, veist, svolítið mikið út um allt. já. En bara, þú veist, effortið, Já. maður bara, ég dýrka svona, sko. En það er líka svona þegar þessi leikmenn gera mistök, þá er ykkur í stúkunni meira drull heldur en ef að Callum Lawson gerir þessi mistök. Og svo þegar hann gerir eitthvað gott, Callum Lawson með vinnu. Já, í Val. Hann er komin í Val. Ha? Já, $32 á manni. En svo þegar þeir gerir eitthvað gott, Hann var mest að vinna á all núna. það er svo geggjað, sko. Þegar hann tegur 2 sóknar frá Ágúst, Ragnar Ágústsson. Já. Já, Og svo, já. þú veist, á hann leikið það sem hann, þú veist, tengið saman 3 leikir röða sem skora 10 stig En og ok, 6 frá Ágúst. Hann er ekki á sér í glósabók, við ætlum að tala um Júlíus Orra. Jú, hann er hann næst. Já, Júli, Já, ég er að tala um Raggi Ágúst, er ekki Nei. hana? Herðu, förum í sænið. Það er einn leikmaður í þessu Tindastólsliði eins og staðan er í dag sem að við þekkjum ekki. Og það er hann Ívan. Hvað stendur hann í eftirnafn? Ívan Gavrilović. Gavrilović, ok. Sko, Hvað er hann gamall? 28 ára. nei, hann er eitthvað, ég veit það ekki. En málið er sko að hann... Ég held að hann verði rekinn, sko. Mér líst ekkert að hann... Byrjum þar. Mér líst Hörru, ekkert að takk fyrir að hann... hlusta. Þetta er svona típisku balkanska gauð sem er svona aðeins á hægun, getur skotið en hann verður aldrei opinn, þannig að mun aldrei geta náð upp skoti og þú veist, svona, Ég veit ekki, það er eitthvað startað það. 13 stig og tæp 5 frá Ágúst og 1 stórsningileik. En Já, árið á í- undan, þú veist, í Búlgaríu, já, sko. í árið á undan var hann í Austurríki með alveg einhvern helling, sko. Frikki Bíst hefur skilið það viljandi út af. En Arnar gerir þetta mikið. Veistu hver er búinn Hann að tekur svolítið stórar lúður á. já, okkar maður sem að einhvern veginn hefur aldrei náð flugi í úrvalsdeild á Íslandi, Jeremy Smith, Já, hann hefur nú kóngurinn. oftar en ekki verið stigahæstur í austurísku deildinni, sko. Hún er Það nú er ekki rétt. sterkar en það. Já, hann er svo góður. Ég veit ekkert um Það er stytta af Júrald King í Vínaborg. Þú veist, það er bara... Þetta er alvöru gæði, sko. Já, það er kóngurinn. Þannig að þetta er ekki algjör rulluspillari þessi gæði, sko. Það er samt rosa skrítið að menn er að sækja 4. gildið sem einhvern rulluspillara, sko. Það hlýtur að geta Ef hann getur ekki neitt, þá er hann bara rekinn og ekkert mál með það. Það var ekki Þetta er fyrsta bara og svona- ekki síðasta sem við rekum einhvern út af, sko. Bara ekkert mál. Hann Bara mun garantera dýrt. hann samning. Já, Bara ég ætla að vona ekki. Ég er líka að viðurkenna það, sko. Ég sá fréttin um hann og las eitthvað svona stat en ég horfði ekki á myndbandi, sko. Þannig ég er ekki múin að taka eye-testi á hann, sko. Maður veit ekkert, sko. Nei. Kannski verður hann bara rekinn eins og þú segir. Bara flottu fyrir áramót og fóðu bara nýjan. Miklu dýrari og betri. Já. Förum svo í næsta, Taivo Badmus.
frábæri fyrra, hann einhvern veginn allt þetta valslið var bara eitthvað haltrandi. Já. Það voru þeir að vinna leiki og hann var bara eitthvað alltaf með 38 stig. Talandi um góðtúka. Talandi um góðtúkæja, svo förum við í play-offs og hann skilar hérna 17 stigum og 6,7 frákastum og þeir tapa fyrir Grindavík. Æfði mikið á Instagram, segir Frikki Beast, ég er ekki að follow hann. Hvað þýðir það? Þú veist, ef þú myndir segja við mig fyrirfram, herru, viltu að Taiwo Badmus skori 17 stig og taki 7 frákasta meðaltali leik í play-offs? Maður var ekkert eitthvað, nei, það er ekki nóg gott. Okay. Finnum eitthvað nýjan. Þú tekur því? Já, ég tek því, sko. Mér finnst allir undir 20-10 hérna á svona samning þurfa að skamma sig. Já, hann er bara umbóðsmannum. Já, en ef þú ert með 4 svoleiðis gæja, þá ættir að vinna leikinn. True. Já, Ég vildi þetta 3 gæjar að skora öll stíðin í liðunum, en þú veist, bætur þessum 4. Þið eru mjög ánægðir að fá hann norður, eða ekki? Já, Jú, það er alltaf bara frábært að hann líka þekkir umhverfið og bara, þú veist, Ég meina síðast hann var þarna, þá voruð þið Íslandsmeistarar með honum. Hann var þarna með hattinn og Já. myndirnar af honum berum á ofan með hann hatt fóru víða. Já, ok, ég mista því sem Þú mistir ekkert af því. Ég sá þetta allt svona. Okay. Já, bara honum, þú veist, ég meina, hann er í svona smá guðatölu þannig. Er hann komin heim? Ég veit ekki alveg, nei, já. Ég ætti að minna, er hann komin á krókinu eða er hann komin heim? Það er, ég meina, tilkynningin... Erum við að segja það að Taiwo Badmus er komin heim? Já. Það er svona svo, Sín segir enski boltinn er komin heim, Já, er Taiwo Badmus komin heim? Já, klálega, hann Já, sagði það bara sjálfur, kominn ég er komin aftur, heim, sko. já. Hann sagði það sjálfur. Hann á ekkert heima þarna, hann spilaði 2 sísón og svo hann taka 3. sísóni núna, hann er ekkert komin heim. Okay. Tilkynningin á Kominn samfélagsmiðlum Tindastóls var velkomin heim og hann repostaði því og sagði gott að vera komin heim eða eitthvað. Já, þú segir alls konar á Instagram, skilur. Er hann ykkar? Já. Ég segi já. Ég segi já að því að mér skilst að hann hafi viljað koma þegar við vorum í brekku hérna, Þegar Palur var þjálfari. Pavel sísónið. Já. Þú ert 2 treyjur og getur ekki sett eitthvað Svavar Atli á bakið. Alltaf svapa. Þetta er eitt fyrir þig, þetta er einhver sem þarf að vera liðinu í vetur Já. og fór frýtt á leikinn. Ein treyja fyrir þig og eitt fyrir guttaðinn. Hvað 2 nöfn setur á treyjunum? Já, ég veit reyndar hvað gutti minn myndi setja, sko. Þú ræðir í hvað hann setur. Já, ég ræði. Ég veit það ekki, Halli? Ég tæki alltaf Pétur. Setur það hraðbankinn, myndi ég sjálf að skrifa aftan á. Á þig og en guttaðinn. Sko, má að vera Íslending? Nei, verður að vera Íslending? segðu bara Nei, einhver. já, bara má alveg vera Badmus eða Já, Drúgíla, og sko. þá setjum ég Badmus fyrir hérna. Gutti minn er, sko, hann fílar high flying, fast paced, run and gun game, sko. Já. Vill sjá tróðslur og... Já. Ok. Komið niðurstöðu? Já, ég myndi ekki setja Badmus held ég, sko. Ég er alveg aðdáðandi á honum og bara gott að hann sé kominn og allt það, en sko ég er mikill Gex-maður, sko. Ég vil fá stytt á Gex. Þetta geggjaði gaur. Það hérna... Spilaði hann of lítið þig fyrra? Já, þú veist... Nei... Ég skrifaði hann ekki... 12 mínútur í leik, ha? Nei, ég held að það sé bull í mér, sko. Ég er ekki búinn að testa það. Hann var ótrúlega oft samt undir 20 mínútur. Já, hann spilaði á lítið. Ef það er spurningi þá svar ég já. En ég held bara að hérna, hann er eitthvað svo orginal, hann er eitthvað svo mikið sögur, hann bara er þarna og bara einhvern veginn fíl mikið hlut af samfélaginu og hann átti svona ríkisborgar rétt alveg fyllilega skilji. Alltaf bara glaður einhvern veginn og Hann þú er veist. aldrei Já. séð hann brosi lífinu reynda. Jú, hann er einhvern veginn, þú veist, hann er ekkert að byggast út í að vera með ólítið hlutverk, hann er ekkert að smita einhverju neikvæðri orku eða, þú veist, hann bara alvöru atvinnumaður, bara mætir í vinnuna, gerir sitt og fer svo bara heim. Mætir í gluggaþvottinn, mætir Já. í dósasöfnun. Fjárafla núna fyrir Evrópuæventýri. Já. Eða farið í Evrópuæventýri eða? Já, fyrir það. Já, er eitthvað um það að segja, þú veist, þetta er ekki bara eitthvað svona first time for everything eitthvað dæmi, ég veit það ekki. Varstu, Hellingur um þetta að segja. Já, ok. fórstu út þegar að síðasta Evrópuæventýri var? Nei. Nei. Er þetta ekki bara eitthvað svona, er þetta ekki einhver æfingarleiki Var bara? það ekki bara eitthvað svona sjoppu-æventýri? Nei, þetta er sjoppuæventýri. Nei, þetta eru einhverjur 10, Þetta eru 8 leikir? 8 leikir heima Já, úti en þetta er og- samt sko, Þetta þetta er er svipamót og hérna Valur í handbolta skráði sig og vann. Þetta er skráningarmót, þú þarft ekki að earn your spot eins og í fótbolta. Já, en þetta Jú, er þú bara- þarft reyndar að lenda í öðru seti held ég til þess að mega skráði í þetta mót. Aha. Já, ég var eitthvað að skoða þetta inn á KKI hjá okkur, hérna komin á Er þetta ekki shoppumót? Nei, þetta er, þú veist, þetta er European Nights under the bright Ég meina lights of the sea. hatararnir byrjuðu strax í gær. Já. Gangi ykkur vel á móti Keilu í Noregi Já. eða Gimla í Noregi. Já. Hverju voru þessir fyrirgjöf? Það er Fullt af svona bóttum sem að skrifa. Eigendur fótbolta.net og einhverju svona leiðilegi kallar. Ég sagði ekki neitt. Nei, hinn eigandinn. Já. Okkar maður Danni Rú í Altanis. Kongurinn svona. Ég meina Manchester, eru þeir sterkir í körfubolta? Ætlið að fara á einhverju leiki? Í síkinu, já. Já, í En ég síkinu. meina út. Þetta Nei. mætið á... Nei, Nei. rúlegur á því. Ég er ekki svona að fara á Eurobasket og ég er í stjórn, sko.
Já, hvað, akkur ekki? Ég er bara 4 barna faðir, sko. Ég hef ekki tími í þetta. Ég var skiptum vinnu, þú veist, ég get ekki verið að fara og svona snemma, sko. Einu sinni voru þið harðir, eða ekki? Jó. Maður línast með árunum. Maður linast bara, jú, en þú veist, ég er bara, já, ég er búinn að vera úti allan ágúst og ég bara get ekki búið upp á þetta börnunum mínum að vera að taka með. En þetta er ekki lítið, þetta er viðurkenning fyrir félagi að geta bara skráð sig í einhverja Evrópukeppni og ætla sér að gera eitthvað hluti þar og þú veist, vera að spila heima og úti, sko. Það er alls konar sjoppu klubbar í Íslandi sem geta þetta ekki, sko. Auðvitað er þetta Og þeir eru bara, þú veist, það er mitt fólki sem er að væla yfir svo og reyna að tala þetta niður, sko. Það er risastórt. Já, Er það minnumáttakent? Öfund? Já, bæði og. Bæði. Fólk þekkir ekki, sko, veit ekkert hvað þetta er. Ef við höfum sagt, við skráðum okkur í meistaradildina, eða við erum að taka þátt í meistaradildinni, þá var þetta bara eitthvað, wow, ok, það er enda sick. En að því að þetta heitir eitthvað FIBA rubber sem engin veit hvað er og aldrei heyrt það og engin búinn að researcha þetta nema einhverjir körfu, þú veist, svona fanatíkusar, þá er þeir bara eitthvað, þetta er alveg stórt, sko, að taka þátt í, sko, þú veist. Þetta er náttúrulega fokkar líka upp leikjálarinn, þannig að mótanefnd KKÍ er sveitt, sko. Hvaða daga verður aftur spilað? Þetta eru alls konar dagar, maður. Þetta er september, oktober, janúar og febrúar eitthvað. Þetta er bara út allt, sko. Það er bara geggjað að það eru fleiri leikir sem eru ekki á leikdögum í íslenska boltanum, getur maður hort það. Erum við ekki öll körfubolta fjölskyldan og viljum gera körfunni hátt undir höfði? Þetta er að fara... Nei, ég er alls ekki þar og þessi þáttur eru alls ekki þar. Þessi körfubolta fjölskylda, sko, ég held að sé bara örfáir í henni, sko. Fjölskyldan. Ég allavega að þú veist, þá er eitthvað að vera, skilju, það er eitthvað öðruvísi og þú veist, meiri umfjöllun og eitthvað til að pæli og eitthvað til að sjá. Það er mjög gaman að sjá Íslands liðið í Evrópukeppni. Já. En ég taldi þetta saman, þetta eru 19 leikir fyrir áramót. Já. Þetta er svakalegt leikjálag sem að verður af því að þetta er ekki bara eitthvað svona einn leikur heima og heiman og eitthvað svona, svo ertu bara úr. Þetta er bara stór riðill, heima og heiman. Fullt af leikjum. Ég meina, þið voru að tala Drungilas hérna áðan, þreyttur. Ég meina, þarf að bæta við. Er nægur mannskapur þarna? Megum við það eitthvað? Þú náttúrulega mátt... Megum við taka einhverjum útlendingar? Erum við ekki búin að fylla það? Þeir mega ekki vera á skýrslu í deildinni. Já, í einu. Er þetta ekki... Þú veist, má ekki taka einhverju tvo Evrópukanna og... Láta það bara spila útileikina? Og spila útileikina? Nei, ég veit ekki. Það meikar ekki sens. Þetta er náttúrulega bara... Þetta er fyrst og fremst bara viðurkenningur íslenskan körfubolta að íslensk lið sér að taka þátt í þessu. Þetta er ákveðið statement, þetta eiga bara fleira að gera. Þetta er svona brautirinn þetta dæmi. Já, en það verður ekki statement að vera með 3 halta í fjórðaleik og Drungilas getur ekki spila leikinu heima og þeir tapir fyrir Gimla í Noregi. Já. Þeir eru bara mjög sterkir undanferðina. Nei. Jú, harðir í horfn að taka. Skiljið hvað ég meina? Þess vegna er ég að meina, liðið verður að vera í baráttunni hérna á Íslandi. Sko, en liðin, sko, flest lið, fyrir auðvitað kannski einhver örfári þjálfara, svona neikvæðið dútaðar, hafa verið að kalla eftir fleiri leikjum. Þannig er tendast að bjóða upp á það og segja bara, hér eru fleiri leikir, ég veit, að því að vera að tala um þessu fjölgun, ef við spila 3-umferð og fækka liðum eða fjölga liðum og allt þetta, sko. Mun aldrei komast inn heildar niðurstaðan það frekar útlendingamálin, sko. Þannig að, Ég meina, þú ert komin í, sko, þetta er svona hálfa atvinnumannalið. Þú ert með helmingin af leikmönnunum sem eru væntanlega að vinna. Ég meina, Júlíus Orri er að fara að þjálfa eitthvað og Pétur er að vinna í banka og eitthvað. Keksar á sjó. Hann spilar henni í landi. Hann gefur til 3. hvern leik. Já. Þannig að þú veist, þetta verður alveg áhugavert að fara til Slóvakíu og spila einhvern leik á 50-degi og fara á 3. degi. Já, en skoða samt rósterinn. Ég held að Viðar sé 11. maður. Enda er hann búinn að vera hættur í körfubolta 3 ár, sko. Já, annars var hann 12. Skilur, ég er að segja, hann er þessi 10. Ok, orðum þetta þannig. En þú vinnur enga leiki með þá inn á í hvorki úrvalsdeild né Evrópukeppni, sko. En þú getur rótirað. Já, þú veist, þeir geta komið inn á. Þú veist, þeir geta, já, ég meina, ég er nú ekki með pluss-mínus tölfræði Hannes Inga hérna í fyrra hjá mér, en þú veist, þú ert ekki mikið að fara að nota þá og múti Grindavík á útivelli í deild og svo í Manchester á laugardegi, sko. Þetta er ekki Halldór Halldórsson 12. maður, skilju. Þetta er einhver miklu betri leikmaður. Sem ég ekki, nei. Það er þetta rétt. Hvað eru, liðin er að keyra á, þú veist, 7-8 mönnum, skilur við erum að keyra á 10 og við segjum það. Þannig að það er einhver auka, 1-2 auka menn. Þannig að það þarf ekkert að bæta við fyrir Evrópu? Ég held að það sé bara ekki, þú veist, ég held að Evrópu sé bara í einhverjum forgangi, sko. Ég held að þetta sé meira bara svona statement. Og nú er ég að tala bara alveg, ég hef ekkert, tala fyrir mig, sko. En sko, statementið er statement ef að þú kannski vinnur einhverja leiki á móti þessum bændaliðum sem eru í þessar keppni.
Er það bara bændalið? Það er helmingurinn bændalið og svo hinn helmingurinn Já, flottur. ég þekki náttúrulega ekki þessi lið, ég fylgist ekki nógu vel með evrópskum körfubolta. Og eitthvað, en þú veist, ég er alveg sammálaðið, sko. Mér var alveg til í að bæta við einhverju, en hvernig á maður að gera það, skilju? Það er lengir Íslendingar sem hættir að taka. Við erum búin að fylla alla útlendingarspottið, en þú veist, ég er ekkert að segja þessi eitthvað nauðsynlegt. En ég persónulega væri til í þessum stund sem er Tindastóls og sjá einhverja 2 nýja eitthvað. En mér finnst samt ekkert eitthvað... Ég held að það sé galið, það já, það sé galið að vera að bæta við bara fyrir Evrópu. Þá þarf að vera einhver pæling á bak við það. En sko pælingi mín er meira sko að þú bætir við einum bossmanni viðbót, þú fer til Slóvakíu og spilar á móti PSG Bratislava eða eitthvað og svo kemur aftur til Íslands og það leikur til Stjörnunni og Drungíla sér illt í bakinu og hann situr út, skilurðu, og hinn kemur inn. Þú ert að bjóða upp á þá að einn sem er meiddur, tæpur, þreyttur, veikur. Ég meina hversu oft hefur Badmus verið veikur í desember, janúar, febrúar? Það er pest sem gengur frá. Sadio var nú reyndar heldur veikur alltaf einhvern veginn, svo spilaði hann bara. Það var Lazarus svolítið kannski. Já, það var mikið Lazarus. Já, mjög mikið veikur. En þú veist, ekkert endilega að taka þetta inn fyrir Evrópu, en ég væri ekki til í að hefði, sko, ég man að það var eitthvað tjattur um það að Siggi P væri líklegur á krókinni, eða Styrmi líklegur á krókinni. Eitthvað, það er náttúrulega ekki inn í myndinni. Þú væri til í eitt svona? Eitthvað svoleiðis bara inn í hópinn og þú veist, þá myndi það vera gott veganesti inn í þetta Evrópudæmi. Getur ekki fengið bara einhvern lánaðan, er það ekki hægt? Hvernig væri það? Ég held sko að Fá bara Sigga P lánaðan í þessu Evrópuleiki. Free agent listin, ef við munum eftir Football Manager gamla það. Jú. Free agent listin, ef þú merkir sko Icelandic, það er bara Halli Efstur sem er ennþá bara eitthvað free agent með íslensku vegabréf og hægt að sæna. Það er ekkert. Það er ekkert. En mín hugmynd var, ég sagði þetta við fólki okkar fyrir norðan, ég sagði fyllum þessu 4 spott og svo skaltu bara eiga hart og hart við gegn sem að hann sé 50 maður. Hann er 50, Sigtryggur, þetta eru 7 Július. Það eru bönn, ég er að segja, sko 50 maður sem útlendingur, svo fekk hann alltaf ríkisborgarrétt. Þannig að ég var að segja bara sæna hann samt, hafa hann bara, útskýru bara fyrir honum, hann er bara 50 útlendingurinn og hann spilar þegar að Drungíla sé middur og Badmus er veikur og þessi, skilur, blábli, skilur. Þetta er rotation. Ég held að það kom einn útlendingur með bútt. Ég er bara til í veðmál við ykkur. Þið fáðu að koma í jólaþátt Run and Gun ef það kemur ekki annar útlendingur. Ok. Og Ívan klárar ekki sísónið fyrir norðan. Já, það getur bara vel verið. Það er öllum drull. Það er bara alltaf leið. Það kemur bara einhver annar í staðinn, skiptir engu máli. Maður ber engar taugar til hans enn sem komið er, sko. Það er maður getur reykjað núna, sko. Fyrir einhvern nýjan mér alveg saman, sko. Já, pabbi var alltaf sendur í þetta. Og alltaf bara látið reykja þessa gæja, sko. Þið voru með, bara til að loka þessar Evrópum. Já. Bara gaman, þið eru stoltir, þið ætla ekki á leikina út, þið ætla ekki að bæta við útlending og bara líf og fjör og... Já, ég útilokka ekki að fara út á þessa leiki, ég veit ekki hvenær ég er ekki búinn að kynna mér það, sko. Ég sá einhverjar dagsetningar þarna, sem maður man ekkert endalega utanbókar, sko. Ég þarf bara að gá hvort þessi pabbaveika, sko, líka að byrja á því. Það er náttúrulega, ég fer ekkert ef það er pabbaveika, sko. 4 börn, tekur Manchester United leik og fer svo Manchester Tindastól. Já. Það reyndar geðveitt ef það geti klest í saman, sko. Það væri pottitt að fara til Manchester, sko. Það væri rosalegt. En fara til Slóvakíu og eitthvað svona, ég er bara binnelt um nett, sko. Þannig að það er ekkert að sjá þar, sko. Nema þá þessi leikur. Já, saman að því. Ég meina, kannski verður þetta geðveikt, sko. Kannski verður þetta alveg afhróð, sko. Ég meina, svo ef að Stólarnir vinni þetta, þá verður allir bara, já, ok, bara lítil grein í mókanum, skilja. Nei, Valur vann svipaða keppni í handbolta. Herru, það var kosið liðið ársins. Já, það er gulrót þar. Það verður kosið liðið ársins. Það verður kosið liðið ársins. Já, það var ekki bara eitthvað svona, það var ekkert í skjóli nætus, þetta var bara... Nei. Veitu hvað ég meina? Þú skráir í einhver Evrópukeppni, það er sama hvað hún heitir og hver er í henni, og þú vinnur hana, þá er það bara sturlað. Þetta verður allavega áhugavert, þegar öll eru á botni kólt. Og bara aftur, bara íslensku körfubolti skuli vera komin á þetta level að gera þetta, alveg saman á þetta sé einhver framrúðu deild sem að þeir eru að skrá sig í, ef menn vilja nota þetta orðalag. Menn skrá sig samt í öll þessi mót og... Eða það ekki? Jú, þessi deild, sem sagt, hún er búin að stækka rosalega mikið. Það er 27 liði í henni núna. Já. Og bara nokkur ár frá því við voru 18 og þar á undan voru þetta bara 9 skilur við. Þannig að þú sér, það er greinlega, þetta er bara þetta statement að bara, við gerum þetta svona og vonandi gera bara önnur lið þetta líka. Skilur bara svona, nú þú, skilur bara, þannig að já. Kannski verður þetta andstætt. Kannski verður þetta eins og þeirra Haukar kvennaskráðu sig í Evrópukeppni. Tapa bara öllum með 40. Já, þær komist inn í riðlakeppnina nefnilega. Unnu lið í Portugal, komist í riðlakeppnina
og svo kostaði það bara 100.000 milljónir að spila á móti frönskum liðum tvisvar og tapa með 20 sko, eða 40. Ok. Þannig kannski bara þarf Tindastóll að taka yfirdrátt eftir þessa Evrópukeppni og þetta bara hringja eftir nóga gluggum á krókum sem þarf að þrífa sko. þetta verður meira svona að það enginn að fara að gera þetta aftur. Svo ógeðslega dýrt. Þá kemur það bara í ljós. Já, Þetta er allan eins og staðinu núna, þetta er áhugavert. Já. Þú munt ekki eitthvað að við ekki að horfa á þetta sko. Ég er bara 100% að fara að horfa á þetta. Þú sérðu. Það er bara gaman að sjá sterkt íslenskt lið, þú veist, í samanburði við. Já, máta okkur þarna, skilur við, þú veist, og líka bara í gluggi fyrir leikmenn, þú veist, önnur lið sjá, horfa og skilur allt þetta. Og bara, þú veist, já, Ísland, eru þeir í körfubolta, þú veist, bara, já, við erum á Eurobasket, sko. Pétur Rúnar spila vel hana, skilur, og kemst það kannski á háskólastyrk, það er sterkur skóla. Það er aldrei að vita. Er hann ekki búið með háskólan, eða? Já, ekki, eða college dream er ennþá lifað. Já, segjum það. Já, loka þessu. Hvað sér Og loka þessari Evrópu-umræðu. Lokum Evrópu-umræðinni. Þið voru með smá heimavinnu. Já. Hvor er það að byrja? Ég skal byrja, af því annars lúkar þetta eins og þetta síður ekki alveg eins. Besta fimmanna Íslenskt lið Tindastóls. Já, ég þarf nú ekki að opna þetta, ég mani þetta. Ég áttur að fá einhvern smá skít hérna en allt í lagi. Pointin er Pétur. Það er einfalt að raukstiða það að gæinn er búinn að leiða þetta lið held ég allavega 4 sinnum í finals. Leiða þetta, já, allavega, vera hluta af liðinu. Svo er ég með Sidrik í tvistinum. Bara nánast sama ástæða, sko. Hann er líka svona, hefur verið svona pínu andlit félagsins sem tekið svolítið þann bolta, þetta er svona recently. Svo er ég með Val Ingimundar í þristinum. Ég hef getað reyndað að setja hann gæja hvar sem er. Ég var að spá að setja hann í fimmuna, en í fjarkanum er ég með Svabba. Hann er alltaf bara legend og hérna, þú fær ekki treyju neðan í byrja áður nema að hafa gert eitthvað á króknum. Og í fimmunni er ég með hinn umdeilda Helga Rapp Viggósson. Elska. Þannig að hérna, hann á sömu ástæða bara eins og fyrir Pétur, þeir voru að spila 4+1 og gæinn var gulls í gildi og það vildi enginn spila á móti honum, sko. Þannig að þetta var my starting 5. Ég hefði átt að byrja, sko, þetta er eiginlega alveg eins, sko. Já. Alveg eins? Ég er með Kitta Gunn á bekknum ef það hjálpar. Já, ég er með... Kitti Gunn 7. maður. Hann er 7. maður. Ég er með Pétur Rúnar í pointinum. Ég er með Kitta Gunn á kantinum. Ég er með Val Ingimunda á hinu kantinum. Ég er með Svabba og Helga inni. Svabba og Helga Rapp, sko. Með Kitta Gunn, því hann þjálfaði mig, sko, því ég var gutti á króknum, sko. Hann þjálfaði mig upp allra, eða svona, því maður var í úlingaflokki og fyrsta árum hans í meistarflokki. Og svo spilaði póker við hann. Svo spilaði póker við hann. Það var svona legendir í karakter, sko. Hann kendi manni alls konar, körfubolta og bara svona, þú veist. Þið með Sigdrik á bekknum? Já, ég meina bekknum, sko. Er Helgi Margeirsson ekki liðinu? Jó, ég leitt alveg hugan á þeim tveim, sko. En þú veist bara, ég valdi hann líka svolítið með hjartanu og ég varð að setja Kitta Gunn á þín, sko. Hann er, mann, sko, þú veist, hann var að reyna að hætta að spila. Hann var samt alltaf stundum spilandi þjálfari þegar okkur vantaði menn, skilur. Og það var eitthvað, ég man ekki hvað þetta var æfingamót fyrir eitthvað sísón. Og vorum fáliðaðir, þannig að hann var spilandi þjálfari en alltaf ekki að koma inn á, skilur, hann var samt í búning. Og vorum að tapa fyrir eitthvað svona liði sem máttum ekki vera að tapa fyrir. Ég man ekki hvað var, þú veist, alltaf ekki að vera Stjarnan þegar Stjarnan var ekki körfuboltalið, sko. Og í hálfleik, þú veist, við vorum að tapa með 6 eitthvað, hann kemur inn í klefa og lætur okkur fucking heyra það, sko. Öskrar á okkur, eitthvað svona, bara urðar einhver yfir okkur. Stundum sem bara út úr klefanum, fer út, fær sér síkó í flýspeysunum sinni, skiptir sér síðan inn á í byrjun seinni hálfleik, skorar, kid you not, 14 stig í röð eða eitthvað, skiptir sér síðan út af og við vinnum. Þetta er karakterinn sem Þetta er það sem að Sigur við erum að gera, sko. Er hann spilandi þjálfari draumarliðsins þíns, eða? Gott ef ekki, ég setja að finna hana þarna á. Finna til honum til aðstoðar? Nei, ég veit ekki, góð punktur með þjálfarann. Hver er að þjálfa þetta lið? Hver er besti, eða svona, besti, vinsælasti, þú veist, ef þú væri með þetta lið, hver væri að þjálfa það? Ég myndi sennilega vera með Palla Kolbeins, setja hann hana. Okay. Hann var næstu búinn að taka pointið, sko, og ég færði Pétur mögulega í tvistin eða öfugt. En þú veist, svo er einhver svona eldri menn sem mögulega hlusta að hugsa, hvað segir ekki Pétur Guðmunds? Þú veist, ég bara... Já, hann var meiddur alltaf. Meiddur, ég sá hann ekkert spila og ekki neitt og svo, þú veist, en Eyjólfur Sverrisson, hvað ef? Skilurðu, hann spilaði 1 season og, þú veist, ég held að Valur hafi verið stigastur og Eyjólfur næst stigastur eða eitthvað svona, 1 season. Það segir mann ekki neitt, jú, talented motherfucker, sko, Já, við erum að tala um meira svona... Tala um menn sem er spiluð og eru bara, skiljur, legend í leiknum. Og þetta var ekki það erfitt, to be honest, sko.
Þetta var svona, þetta var eitthvað svona, jú, þú veist, einhverjir sem að voru lengi, þú veist, ég meina, Lárus Dagur Pálsson heitinn, skilurðu, þú veist, það er alvöru Tindastóls maður, þú veist. Ég veit ekki hverjum var að nefna. Þú þarft ekki að telja fleiri. Kári Mar, þú veist. Axel Kárason. Axel Kárason, þú veist, gæði sem vinnur hérna nánast fyrir okkur varnarlega bikarúrslitaleikinn á móti KR sín tíma, 2019-18. Og Palli Kolbins var að þjálfa þetta leið hjá okkur báðum. Ég set Kára Mara á þetta. Já, Kári getur verið að þjálfa þetta. Settu þið saman útlendingarleið líka? Já, gerðu það nú. Ok. Þú ekki byrja? Ég vil byrja núna. Ætli sé ekki eins? já, ég sko, Það getur nú ekki verið. þegar ég fór að hugsa tilbaka, þú veist, þá bara, ég man ekkert hverju voru þetta fyrir 3 árum, 4 árum, eitthvað Við svona. rekum svo marga Við maður. rekum svo marga. En þú veist, þetta er svolítið svona nostalgía fyrir mér. Þegar ég var gutti í síkinu, þú veist, þá leit maður svo upp til þess að gæja, þú veist, þegar maður var í 4., 5. bekk, 7. bekk, skilur við. Þá var Clifton Cook að spila, pointguardinn, Þú var hann að gegja það. rugglaður. Síðan er ég með reyndan einn nýlegan, Keyshawn Woods. Ég verð að hafa hann þarna. Bara af því að, þú veist, hann vann þennan titil fyrir okkur. Sóttu titil. Bara, þú veist, bara hvernig sem þú skoðar það, þá bara sótti hann þennan titil fyrir okkur. En ég verð að gefa honum þá virðingu að vera þarna. Svo er ég með Sean Myers. Hann var frá Trinidad og Tobago, alltaf með eitthvað svona upprúl, hann var svona löng eyru. Þetta rúllaði hann svona upp. Aldrei gleyma honum, sko. Rúllaði mig. Já, Ok. googlið Sean Myers. Já. Ég held að hann hafi unnið ekki að byggja meistarinn. Já. Ekki að byggja Það verður mikið veist að til með, já. Já, með hann. Svo er ég með Darrell Flake. Hann er alltaf bara Legend. legend, þú veist. Fekk sér henni fyrir æfingar og var síðan langbestur. Og svo verði ég bara að setja drungíla saman. Við vantar eitthvað stóra sem við þykir væntum. Hann, þú veist, stór þáttur í að við unnum hennar titil og hann er bara, þú veist, einhvern veginn orðinn króksari, sko. Þannig ég hef hann hana. Þetta er helvíti svipað hjá mér, fyrir viðurkenna það. Ég er reyndar með aðeins öðru þessu uppsetningu. Ég er með Clifton Cook náttúrulega, þú veist, ég er með ekkert annað hægt, þú veist. Clifton Cook er svona Allen Iverson Já. fyrir mér. Þú veist, Já, maður já. var svona lítill ungur, horfa á Allen Iverson og svo var hann svona íslenska versjónið af Allen Iverson. Einmitt, með ennisbandið og allt. Já, og mikið að shake og bake. Já, bara geggjaði gæi. Svo er ég með, setti ég Woods í tvistinn. Bara ég mitt á sömu ást að Halli var að segja, þú veist, þetta er bara, hann vann hennan titil þarna. Og svo er ég með, að því að flestir af þessum gæðum byggu nú bara upp í hálíði, sko. Já, það var margir niður á neðri hæðinni. Og morginn á næra hæðinni. Pappi á formaður, sko. Þannig að ég er með John Torrey. Já, kongurinn. Hann var kongur hann fyrir norðan og á nú bara Íslenska konu. Það Íslenska byrjaði með konu. Hebu hinum með Hebu hinum með göttuna, þannig að það var ekki langt að fara. Þau eru hjónið þá í dag, þannig að skilur þau eru börn og þannig að hérna. Það er fallið saga. Mjög fallið, já, bara á að hlýða ástinn, sko. Já. Síðan setti ég Antonio Hester hann niðri. Já. Hann er bara eftirminnilegur, alls konar eftirminnilegir ískápar sem hafa komið hérna og hérna alls konar einhver gæi sem er nefnbreytt einhvern íshokkímarkmann og ég man ekki svona hvað hann heitir og svo er hérna, jú, Winston Peterson, það var sá gæi sem að nefnbreytt einhvern gæi hérna í Finnlandi, var að spila þar. Já. Og, þú veist, Wayne the Pain, Buckingham, þú veist, alls konar menn sem komið til greina en ekki svona almennilega eftirminnilegur. Svo er ég með Sean Myers í 5-unni. Hann var í mega, það var bara meiri ást einhvern veginn hjá mér til Myers bara út frá einhverju svona æskum minningum heldur en Drúgilas. Já, góður punktur. Maður er já. nafn sem maður man alltaf eftir, sko. Drúgilas er 7. maður hann inn. Svo er einn þarna sem við Baldur Rak, Gerald Simmons eða eitthvað. Man ekki... Ég man eftir honum, hann gerði svo frábæla. Já, að topp maður, hérna, hrikalega góðu gæi, en ég held að hann veri bara, hann var ofheld í mikið svona wildcard, hérna, leikmaður fyrir Baldur, þannig að þess vegna var hann reykjarinn sín tíma. En það er nú, maður er nú verið manna frekastur í því að láta reyka þessu útlendinga. Ég veit ekki hvað ég er búinn að skrifa marga Facebook-status að sem ég er tilbúinn til að borga flugið fyrir þessa menn heim, sko. Og oftar en ekki hef ég haft rétt fyrir mér, því miður, sko. Maður er á fljótur lyklaborðið, sko. Já, maður er bara að læra það ekki um tíðina, að minka hérna aðeins hraðan á puttunum og lyklaborðinu. Mér finnst nú reyndur orðið þannig bara í dag, menn ættu nú bara að segja um leyfi til þess að fá lyklaborð, sko. Það er orðið ágætt bara. Hérna, held að við séum bara svona kortir yfir að tæmtir. Ég ætlaði bara að fá að lokum, finnst þið eitthvað svona litlir hérna í byrjun. Ég meina, Fórum bara valið, ha? eru þið ekki að fara að vinna þetta? Það er bara stefnan, en það eru ljón í veginum og það er kannski það sem við erum að meina. Maður horfður bara raunsætt á þetta, við höfum farið, 5 eða 6 sinnum í finals frá 2000. Við töpum fyrir Njarðvík, ef ég man rétt. Og svo höfum við tapað 3 á móti KR. Við tapað 1 á móti Val. Við höfum bara einu sinni unnið þennan titil, sko. Samt alltaf einhvern veginn í finals. Alltaf einhvern veginn relevant, sko. Þannig að, jú, vissulega var hann einhver smá pása, 10 ára pása.
10-12 ára pásu. En sko, Það því ég var í liðinu, þá tókum við 10 ára dip. Já, 10 ára dip með hann halli ára að spila. Já. Þannig að, þú veist, jú, ég held þetta verði bara svolítið same. Þetta verður, þú veist, Stjarnan verða mjög sterkir, þeir ætla sér að verja þennan titil. Og Valur ætla sér að gera eitthvað annað en að detta út í áttalega. Og svo held ég að, þú veist, að þetta myndast eitthvað samfélagi í Kópavogi í kringum Grindavík. Þannig að þetta er bara liðið við erum með helviti sterkt byrjunarlið. En ég meina, En við stefnum þetta á þrennuna í ár, við ætlum að Við ætlum vinna- að taka þrennuna. ég bara nenn ekki að sko... Íslandsmeistarar, bikarmeistarar og Evrópumeistarar. Já. Treble. Ég Og deildarmeistarar. heyri bara strax núna óma hérna að, þú veist, þið unnuðu ekki neitt en þú veist, þið fóruð í Evrópu og menn voru þreyttir og bara þetta var ógeðslega gaman en þið unnuðu ekki neitt. Það Veit þið hvað ég meina? Það verður þá bara komið ljós, skilur, bara ok, ekki þetta Evrópukeppnin dæmi aftur, það er of mikið, eða stækkum hópinn, eða þetta er bara allt of dýrt, whatever. Það verður engin afsökun, þessi Evrópukeppni er bara búin í febrúar og þá hefst nýtt mót, eins og við höfum farið margoft yfir. Þannig að ég held að, þú veist, ef menn ætlar að vera með afsakanir þá eins gott að það séu góður og gildar, sko. Þú veist, einhver meiðist í 2 mánuði eða, þú veist, þessi einhvern veginn náðu sér ekki á strik og en málið er bara að þegar þú ert komin á þennan stað, er ekki hægt að taka neina afsakanir gildar, sko. Nei. En það sem ég vildi heyra hérna í lokin. Já, þannig ef Arnar verður Íslandsmeistari, það var á reikinn. Ég vildi loka þessu svona. Herru, takk fyrir komuna hérna strákar og hérna, það er aldrei að vita nema þið komið aftur. Já. Hvernig væri það? Hvernig væri það? Takk fyrir okkur. Tökum eitthvað overreaction þátt hérna. Strax eftir fyrsta leik. Reka háskólamenn. Einhvern tímann. Reka Ívan! Það er gjóðslega að reka alltaf. Já. Ég held að við þurfum líka kannski að taka eitt svona late night eftir dark eitthvað sem við erum búin að fá okkur eitthvað annað en Pepsi Max og þótt þetta konjak hefur verið gott fyrir þér. Whisky. Þetta whisky? Já, ég þekki ekki í munum. Þetta átti náttúrulega að vera miðvikudagskvöldi en af því að þið þurfum báðir að drífa ykkur að segja guttana hingað og þangað allstaðar þá þurftum við að hafa þetta fyrr. Já, þetta er bara fyrir ykkur gert. Takk fyrir það. Bless. Many years on this professional level. What would you question who's better? The world is still mine. Tattoos real with Godson across the belly. The balls of rap. You saw me in with thoughts like that. To take it back to Africa, I did it with Biggie. Me and Tupac were soldiers of the same struggle. You lames can huddle, your team shook, y'all feel the wrath of a... Cause this is my...